Smálán er samheiti yfir lán sem maður fær bara strax, sendir SMS og fær peninginn bara strax. Þetta eru litlar eða lágar upphæðir, nokkrir 10.000 kallar, og svo borgar maður 15-30 dögum seinna einhverja ákveðna upphæð sem er þá hærri. Það er mjög mismunandi eftir fyrirtækjum hvað maður er að borga mikið meira, það er að segja hver kostnaðurinn er. Og það er svolítið sérkennilegt að skoða þetta. Í dag, ég tek þetta upp 2018, þá hefur þessum smálánafyrirtækjum fækkað, það er búið að setja stífari reglur þetta. En ég hef séð tölur þar sem að voru boðnar 10.000 krónur í 15 daga. Og þá átt að borga tilbaka 12.500. Þannig að kostnaðurinn var 2.500 krónur í 15 daga. Og ef við veltum þessu upp, það er að segja, þetta er 15 dagar er hálfu mánuður. Í bankageranum þá er miðað við 30 daga í mánuði. Þannig að við þyrftum að borga 5.000 kall á mánuði. Og þegar við tökum lán í banka, til dæmis eru yfirdráttarlán og vísalán í dag með kannski 10-15% vöxtum, en það er 10% á ári. Þannig að við þurfum að segja hérna sinnum 12 og þá fáum við 600.000 sem við þurfum að borga í vexti af 10.000 krónum. Og hvað er þetta mikið? Jú, þetta eru 600% vextir. Þannig að þetta er bilaður kostnaður. Og í raun og veru er miklu ódýrara að nota annars konar lán, þess vegna vísakort eða eitthvað annað. En það er fullt af fólki að taka svona lán og þetta er það bil dýrustu lán sem þú finnur. Og ég mæli alls ekki og aldrei með að fólk taki sér smálán, heldur reyna að redda sér einhvern veginn á gáfulegri hátt.